Halló, hæ Sæunn, gaman að sjá þig. Hæ Finnur, gaman að vera með þér hérna. Mér langar að spyrja þig smá persónulegri spurningu til að byrja með. Hvernig líður þér? Ég er með smá fyrild í maganum, ég verð nú að viðurkenna það. Já, ég líka. Já. En nú erum við búin að heyra alls konar áskoranir þegar kemur að virðiskeðju, félagslegri sjálfbærni, umhverfismálum og alls konar lausnir sem við erum búin að heyra af líka sem að eru til, við erum með þær tilbúnar. En af hverju, nú ert þú sálgreinir og ég, til að þú vitir miklu meira en ég mannlegt eðli, af hverju erum við ekki öll virkir umhverfissinnar? Hvað það í manninum sem kemur veg fyrir það að við náum betri árangri? Já, það auðvitað mjög góð spurning og við skulum munna það að maðurinn hefur alltaf búið í bæði mjög hættulegum og krefjandi heimi, en hann hefur lifað af annars vegar með því að beita sömu aðferðum og öll önnur dýr sem að vera hugsa fyrst og fremst sjálfan sig og bjarga eigin skinni. En hann hefur líka, það sem hefur greinir hann frá öðrum dýrum, er að hann hefur unnið saman. Að menn hafa hjálpað hver öðrum og látið sig hvernig annan varða. Þannig höfum við komist hingað. En það auðvitað sjálfhverfan sem er miklu stærra vandamál. Og hún birtist gjarnan þannig að þegar maðurinn stendur frammi fyrir því að gera eitthvað, að má veljum að gera eitthvað erfitt eða eitthvað mjög auðvelt eða þægilegt, þá velur hann þægindin. Og hvernig kemur þetta loftslagsmálum við? Jú, þegar við stöndum frammi fyrir ógnum, þá höfum við ríka tilhneigingu til að velja þægindin og afneita því sem er erfitt. Þangað til kannski að ógnin er svo stór og svo nálægt okkur að við getum ekki afneitað henni, en þá hættan svo að við verðum ofhrædd til að geta hugsað skýrt og þá tökum við heldur ekki ákvarðanir sem eru ábyrgar eða skynsamar. Þetta í rauninni, þetta ekkert sem við breytum, þetta mörg þúsund ára þróun mannsins og við erum ekki að fara að breyta henni. En við erum miklu betur í stakkbúin til þess að vinna með þetta ef við skiljum þetta og þekkjum þetta. Og sjálf held ég að við tökum ákvarðanir miklu meira byggt á hvötum og tilfinningum heldur en vitrænum hugsunum. Og þess vegna langar maður að spyrja þig, Finnur, heldur þú að við séum að gleyma kannski tilfinningunum í umræðunum loftslags og umhverfismál? Já, ég held að já einfalda svarið. Tilfinningar í okkar nútíma samfélagi held að séu mjög vanræktar, þar að við tölum alltaf lítið þær og það ekki bara fyrir örfáum árum síðan að ég fór að vera meðvitaður eigin tilfinningar og takast á við þær. Og ég held að það sama við sjálfbærniheiminn og fyrirtæki og markaðssetningu. Fyrirtæki eru mjög góð í því að nýta sér tilfinningar fólks til þess að hvetja til neyslu. Það sem ég held við þurfum að gera að bakka og segja ok, jú, við erum búin að átta okkur á því að fólk eru tilfinningaverur, það kannski grunnatriðið, en í staðinn fyrir að nýta þessa staðarinn til þess að þröngva neyslu og ósjálfbæra hegðun upp á fólk, þá þurfum við að nýta þessa staðarinn sem þú ert að segja, við erum ekki að fara að breyta þessu í mannlegu eðli fólks, en við þurfum að taka tillit til þess. Við erum ekki að fara að sýna fólki einhver gröf og stóru tölur sem eru að fara að breyta heiminum. Tilfinningar, jákvæðar tilfinningar það að það jákvætt að breyta heiminum til þess betra. Ég held að það sem að sé að fara að hafa endarlega bestu áhrifin í heiminum, sko. Já, mér langar bara að enda kannski á því að vitni í fyrsta trúnaði hérna, þar sem að hún lýsti þessu vel hvernig, hvað hegðun hennar var neysludrifin og það allt mögulega sem styður við það, en kannski spurningin það að við áttum okkur á okkar eigin virði, hvað teljum við til virðis? Það þar sem við kaupum út í búð eða fæst það úr samskiptum eða fæst það úr einhverju sem að nærir okkur til lengri tíma? Sammála því. Okay. Og Elva komin, þannig að ég sé bara takk fyrir okkur. Já.